Björgvin, flottur sigur svona í síðasta leik fyrir bikarúrslit, menn hátt og vel stemdir. Já, auðvitað eru menn hátt og vel stemdir, þú veist. En við vorum ekkert búin að, þú veist, við vorum ekkert að hugsa bikarúrslitaleikinn, við vorum eiginlega bara að hugsa þennan leik og... Þú lýgur því. Já, svona, maður var alltaf komið með hálfan aðeins inn í bikarinn, en það glemdist bara í þessum leik, sko. Framlagið hérna, það ansi veglegt. Já, þú veist, við erum að fá stig úr öllum áttum og, þú veist, þótt við séum ekki að skora, þá eru allir hjálpast að taka fráköst og, þú veist, það bara, þú veist, við erum allir að leggja eitthvað í búkinn, sko. Fyrir leikinn í kvöld, þá svo sem vissu að þessi deildarleikur, hann ekki síður þýðingamikill, rétt bara eins og bikarúrslitin. Ég meina, þetta galopnaði baráttunum laust sæti í úrslitakeppninni fyrir okkur. Já, við erum búin að stefna úrslitakeppnina allt sísonið, þannig að, og þú veist, við vissum allan tíman að þetta væri jafn mikilvægur leikur og bikarúrslitin sjálf, þú veist, í rauninni, þú veist, við ætlum ekki að hætta, þú veist, við ætlum í úrslitakeppnina, það er bara þannig. Þið eru á góðri leið með það núna, en framundan eru sjálf bikarúrslitin. Verður ekki loksins, verður ekki fegin því að geta að fara að einbeita þér að því? Jú, það er mjög fínt, þú veist, við höfum viku núna, tæpa, þú veist, að einbeita okkur að því, þannig að, þú veist, við gerum það bara og tökum bikarinn. Hvernig líst þér á að vera að fara að spila fyrir framan hundruðir ef ekki 1000 pluss manns þarna í höllinni? Það er náttúrulega bara geðveikt, sko, þú veist, við höfum aldrei fengið sjónvarpsleik á þessu ári, þannig að, og ekki heldur, þú veist, á þessu sísoni, þannig að það verður gaman að fá fyrsta núna í bikarúrslitin. Sýna þjóðinni hvers þið eru megnugir? Já, klart mál.